heimavellir, ef þú tekur eignir hans eiga, að þá eru þær mikið herri, heldur markaðsvirði fyrirtækisins, sem segir okkur það að sko, hvernig þetta félag hefur gengið fram og önnur ámóta, þannig að villingin eiga þetta, þó að það geti verið eitthvað gróða ofan í þessu. Þetta er svona, þetta er búið að fara ofboðslega illa með margt fólk og þeir eru sífellt að hækka leiguna. Bróðir minn Gunnar Smári er búinn að fara hringinn kringum landið, hann er búinn að tala við leigjendur um allt og ég er að birta þetta á miðjunni. Þessar sögur og þetta er alveg kvikindislegt og ég er alltaf trúið því betur og betur. Þetta er allt með ráðum gert. Já, en þetta er partur. Allt með ráðum gert. Það á alveg mátulegt atvinnuleysi, mátulegt þetta, mátulegt hitt, mátulegt húsnæðisleysi til að halda leigun uppi, til að þessi hrækamar geti náð sínu fram. Já, en svo virðist þetta sem þetta hafi samt, bjarnir að ganga upp. En það er samt eins og það hefur gerst svolítið á sjálfstýringu undanfarina. Nei, þetta er allt með vilja gert. Allt er það ekki bara nálægt einhverju samsæriskenningu þá? Jú. Já, það er alltaf forvillilegt að heyra það. Heldur fólk að búið til samsærum? Já, ég meina, hvað heldur okkur sem verið að lækka veiðigjöldin? Það er bara það samsærum. Það er ekki víst að allir vilji, Sigurjón, það er ekki víst að allir vilji vera stattir inn í samsæriskenningu annarra. Nei. Það er bara þannig. Og við kannski viljum bara ræða hlutin út frá öðrum forsendum. En þetta sko með... Það sem ég heldur þetta sé óvart? Færðu þá sönnum fyrir máliðinu? Ég er að nefna það. Ég er að segja það. Það er þarna fyrirtæki eins og Heimavellir. Hvaða sannanir er þetta? Þú búið sjálfur að kalla þetta samsæri. Ég er búinn að loka búslinu.